Í dag ætla ég að kenna ykkur að útbúa það sem á ensku kallast drop caps en það eru svona stórir skrautlegir upphafsstafir fremst í málsgrein. Ég hef búin að útbúa mér vinnuskjal sem að inniheldur ævintýri sem ég baði ChatGPT að búa til fyrir mig og einhverju bull íslensku til þess að ég hefði íslenska stafi til þess að vinna með. En til þess að búa til þessa drop caps þá þurfum við fyrst að fara hérna upp og velja paragraph formatting controls. En gluggarnir til að stjórna svona drop caps, þeir eru hérna uppi. En auk þess þá eru þeir líka hérna inn í paragraph palettunni sem ég ætla að opna og þá eru þeir hérna og ég ætla að vinna hérðan. Við þurfum ekki að velja stafinn sem við ætlum að breyta í drop caps, það er nóg fyrir okkur að vera bara með bendilinn virkan einhver staðar inn í málsgreininni sjálfri. Og þá fer ég hérna í fremsta gluggan, hann stjórnar hæðinni á stafnum og ég ætla að velja hérna 3 eða 4, en eins og þið þá sjáu þið náttúrulega enga breytingu, það stendur bara 1 af því að F-ið er jú þegar fyrir 1 línuhæð, þannig að þið sjáu ekki breytingarnar fyrir að þeir eru komnar upp í 2 línuhæðir eða meira. En ég ætla að velja hérna 4, þið getið líka ákveðið að allt orðið verði svona og þá getið þið valið hversu margir stafir taka þessum breytingum hérna á eftir með að það er í næsta glugga og svona, en mér finnst þetta ekki fallegt þannig að ég ætla nú bara að vinna með fremsta. En ég ætla að fara hérna og opna núna paragraph styles palettur mína og þið sjáu það hérna að ég var búin að útbúa mér stílsnið sem heitir meginmál og að því ég er búin að vera að gera þessar breytingar hérna í þessari fremstu málsgreina þá er komin plús hérna fyrir aftan og út af þessum breytingum og ég ætla að nýta mér það til þess að búa til upp úr þessu nýtt stílsnið og ég geri það bara með því að fara hér upp í gluggan, velja new paragraph style. Ég ætla að láta það heita meginmál með drop caps. Og hérna vinstra megin eru nokkrir möguleikar sem þið getið valið ykkur og inn í þessum sem heitir drop caps and nested styles, ef ég opna hann, þá sjáu þið að breytingarna sem ég var að gera það að þessi fremsti staður eigi að vera 4 línuhæðir, að það er komið strax hérna inn. En hér er óuppfylltur gluggi sem heitir character style og svo er annar hérna fyrir neðan sem heitir scale for descenders og ég ætla aðeins að útskýra það hér og eftir hvernig það virkar. Þannig ég ætla bara að íta á OK hérna núna. Þá er ég komið með hérna nýtt stílsnið en ég ætla að taka í burtu breytingarna sem ég var búin að gera hérna í fremsta. Það get ég gert að því ég er á Makka með því að halda niður í option takkanum og smetla síðan hérna með vinstri á orðið meginmál, þá tekur hann í burtu þessa breytingu og þið getið gert þetta með því að nota alt og smetla á PC. Og ég ætla að setja allar þessar málsgreinar núna í meginmál með drop caps. Og svo ætla ég að fara hérna yfir í character styles og þar var ég búin að búa til stílsnið fyrir þennan eina staf sem heitir drop cap rauður. Ég ætla að opna það og sýna ykkur. Þar valdi ég bara þetta luminary letur, að þetta ég breytast í það og svo hérna að liturinn á stafnum á að verða rauður. Og fara aftur yfir í paragraph styles og opna aftur meginmál með drop caps. Ég ætla að fara aftur hérna inn í það sem ég var að tala áðan, drop caps and nested styles og fara hér í gluggan og smetla hérna öðruna og þá sjáu þið að það kemur upp valmöguleikin fyrir mig að velja drop caps rauður sem ég bjó til áðan og ég ætla að smetla hann og þá sjáu þið að þessi breytinga á sér stað bara undir eins. En hérna þá sjáu þið kannski að hluti af F-inu fer hérna yfir orðið í næstu línu þarna fyrir neðan og þá kemur þessi hérna valmöguleiki til sögunar. Ef þið smellið hérna á scale for descenders þá minnkaði stafurinn og hann hoppar hérna upp þannig að hann hættir að trufla orðið þarna í þessari línu. En ég er ekki ánægð með það að hann minnkaði svona mikið þannig að ég ætla að fara með alla þessa drop caps upp í 5 línuhæðir og segja OK. En núna setjum við uppi með það, eins og þið sjáðu, hérna er þetta allt komið, en nú setjum við uppi með það að F-ið riðist hérna yfir restina á orðinu en það er ekkert mál að laga það, við bara smellum hérna á þann stað sem er þá bilið á milli F-sins og restarinn á orðinu og eftir því hvort þið eru á Makka eða PC þá haldið þið niður option eða allt og ítið á hægri örina til þess að færa textan frá og svona getið snirt þetta til en
Það eru mjög góð vinnubrögð að venja sig á það að hafa allar svona leturbreytingar inn í karakterstílsniðum og innbyggð í meginmálsstílsnið og annað slíkt, vegna þess að ef það kemur eitthvað upp á og það þarf að breyta þessum drop cap til dæmis í eitthvað annað letur af einhverjum orsökum, að þá gæti verið mjög vont fyrir ykkur að fara í gegnum marga kapla handvirt í einhverju bók og ætla að breyta þessu handvirt í staðin fyrir að geta farið þarna beint inn í stílsniðin, annarkvort karakterstílsniðin eða paragraph styles, og breytt þessu þar inni, og þá tekur breytingin það á hún sér stað yfir allt verkið sem þið voruð að vinna í, og þetta getur verið gríðarlega tímasparandi. Ég vona að þið hafið haft gaman af þessu og ég segi takk fyrir mig.